Herðu, við vorum hérna í síðustu viku með fréttir af leigjendum með hann og Guðmundur Hrafni Arngrímsson, hann kom hingað aftur. Þetta er svo gaman síðast að ég vil okkar að heyra fleiri fréttir af leigjendum. Já, það er á nóg að taka. Já, það var ein frétt sem var á samstöðunni sem að þú skrifaðir að hérna frá Amsterdam. Já, frá Hollandi. Hollandi. Já, Hollendingar voru að samþykkja ný lög fyrir rétt ári síðan, þar sem að ríkið veitir sveitarfélögum heimild til þess að setja á hvað varðandi uppkaup fjárfesta á húsnæðismarkaði og 70% af sveitarfélögum í Hollandi hafa annarkvort nú þegar sett fram reglur eða eru með það í undirbúningi og ég las fréttir núna nýlega að Amsterdam hann var að falla fyrsti dómurinn með þessu reglum þar sem að fjárfestar sem hefur verið fjárfest í húsnæði hefðu leigt það út og sem bannað vegna þess að þú þarft að búa í húsnæðinu í minnstakosti 4 ár áður en þú getur fengið leyfi, þá þarf að sækja leyfi til að leigja það út og það var að falla dómur og þessi leigusalar voru sektar 22.000 eurur og ef þeir gerir þetta aftur þá hækkar bætast við 43.000 eurur þannig að borgin hefur heimild til þess að sekta þessa leigusala næstu 10 milljónir eða 65.000 eurur ef þeir eru að leigja út eða gaggjast að kaupa íbúðir á fasteignamarkaði til þess að leigja út. Þetta er það sem einu íbúðum sem að seljast á Íslandi í dag eru fólk sem eru að kaupa íbúð til að leigja út. Já, og það er mikið bröð af því. Þetta væri stórkostleg tekjuöflunarleiði fyrir Bjarni Benediktsson. Já, alveg tvímælalaust. Við fórum yfir það fyrir stuttu síðan að þeir eru að gera það sama í Noregi þar sem þeir takmörkuðu útlán til auka íbúða og settu líka á auka skatta, 1,1% auka fasteignaskatta sem var annars vegar til ríkisins og til sveitarfélaga. Þannig að ríki og borgir eru að reyna að bregðast við þessu fjármálavæðingu eða þessari fjármálavæðingu og markaðsvæðingu húsnæðismarkaðinis og þetta er svona eitt dæmi það, bara hvernig og þetta er eins og hérna kemur frem fréttinni þá eru 70% af sveitarfélögum í Hollandi sem eru með þetta í undirbúningi eða nú þegar sett fram reglur. Þannig að þetta er stórt og mikið skref og við viljum þetta sjá eitthvað álíka hérna heima. Það eru breytingar víða, það eru verið að breyta húsaleigulögum í Þýskalandi? Já, í Þýskalandi þá voru skrifaðar inn ákvæði breytingar á húsaleigulögunum inn í stjórnarsáttmálann. Og nú eru samherjar í ríkisstjórninni þar farin að berjast varðandi þetta. Nú eru græningjar og sósíaldemókratar að þrýsta á samstarfsflokksins frjálsa demókrata sem að dómsmálaráðherra þess flokks það er í hans höndum að keyra þetta í gegn sem að var skrifað inn í sáttmálann og það voru regluverk til dæmis að framlengja leigubremsu til 2029, setja frekari þak á leiguverðshækkanir á mörkum 2029, það er langt í það 6 ár? Já, framlengja leigubremsuna, hún áttar nú 2025 en það var skrifað inn í stjórnarsáttmálann, hún ætti að vera til 2029 og þetta eru svona samþykktir sem er búið að fara í gegn, búið að fara og skrifa þessar reglur, þessar lagabreytingar og það er í höndum dómsmálaráðherrans að keyra þetta í gegn og núna þrýsta þessir samstarfsmenn á það að þetta fari í gegnum þingið. Hann vil meina að þetta sé eitthvað svona samræmingar, erfiðleikar milli ráðuneyta og svona, en þau saka hann hreinlega bara að standa í vegi fyrir þessu. Þetta er líka flokkur sem að best fyrir markaðsvæðingu og svona afregluvæðingu í samfélaginu, þannig að það er ekki viðreist þeirra þjóðverja. Já, þetta er svona viðreist þeirra þjóðverja. Þetta er 11% flokkur sem er 11,5% í síðustu kosningum. En það er bara spennandi að sjá hverju framvindur en það eru hérna þessi ákvæði sem að eiga bara að renna beint í gegn og verða samþykkt og nú eru liðin 1,5 ár frá því að kosið í Þýskalandi þannig að leigjendur bíða óþrifullir eftir því að þessar reglur komi til Það eru nú sterk samtök í Þýskalandi leigjendur. Já, þeir eru með sterk leigjendasamtök leigjendasamtök í flestum borgum, svo eru leigjendasamtök í Þýskalandi og þau eru með núna herferð ásamt öllum stærstu séttarfélögum í Þýskalandi í herferð sem kallað meet and stop eða leigustopp, þar sem að vera að krefjast enn harðari úrræði fyrir leigjendur og þar eru svona alþjóðsamband þeirra
Þjóðverja sem að rauninni skipilegur að heldur utan þá herferð sko. En þú hefur sagt okkur frá leigubremsum og svona sem hafa verið settar í borgum í Bandaríkjunum, en það líka á við Bretland, að það að setja það í einstöku borgum eða hvað? Nei, það er ekki hægt. Það Bristol að biðja það er Bristol að biðja og þeir samþykktu núna í síðustu viku borgarstjórnin í Bristol að fara fram að það við stjórnvöld í Stóra-Bretlandi að veita borginni heimild eða völd til þess að setja leigubremsu eða leiguþak eða ráðstafa sínum úrræðum gagnvart leigumarkaðnum sjálf og þetta er líka frá því síðast núna seint í haust var einmitt borgarstjórnin London að kalla eftir í nákvæmlega sama, það er að segja að biðja breska ríkið að veita borgunum þessar heimildir til þess að geta brugðist við stöðu á leigumarkaði í sínu borgum og þetta var samþykkt með stórum meirihluta í Bristol vegna þess að þeim finnst ástandi á leigumarkaðum verða orðið það slæmt og þeir verða að geta brugðið staðbundi við því sem að er að gerast þar og það hefur ekki verið svona almennilegt regluverk á leigumarkaðunum í Englandi síðan 1988 þegar að Margaret Thatcher svona afnam þáverandi regluverk sem hafi verið þá í tæpa 2 áratugi. Nú það er líka niðurstaðan svo að Stóra-Bretland er með þriðja versta regluverk á leigumarkaði af öllum OECD-ríkjunum rétt á eftir Íslandi. Og aðeins og undan Nýja-Sjálandi og töluvert ofar heldur en Ísrael sem er í síðasta sæti. Eru þeir skárri en við, eru við verið en þeir? Ja, við erum betri. Við erum svona þessi 4 tossar eru svona áberandi lægstir að þessum 30. Það er langt sem að gengu lengst inn myrku göng nýfrálsvíkinnar. Já, ég veit ekki alveg. Nýja-Sjáland, Bretland og við. Ég reyndar hef ekki skoðað hver er ástæðan fyrir þessu í Ísrael en ég myndi mér þetta sé af svipara ástæður svona nýfrálsvíkjöfæðingu húsnæðismarkaðarins. En þessi 4 lönd, Ísland, Stóra-Bretland, Nýja-Sjáland og Ísrael eru áberandi með versta regluverki á leigumarkaði. Það skorar minnst á þessu Rent Regulation Index hjá OECD. Þannig að en Bristol og fleiri borgarstjórar í Englandi eru að kalla eftir þessum heimildum og þetta held ég bara til þess að hafa eitthvað kontról á því hvert borgið er að þróast. Já, nákvæmlega, af því að þetta er náttúrulega stór hættulegt hvernig sumstaðar er að þróast. Þú hefur að segja okkur stundu frá leiguverkfalli sem er svona, þykir mörgu kannski rótakugmynd. Er eitthvað leiguverkfalli í gangi? Já, ég var að lesa fréttir af leiguverkfallar sem var að byrja núna í síðustu viku í Brooklyn í New York. Það hangir svolítið saman við fréttir sem ég flutt hérna áður varðandi svokallar TOP löggjöf sem er í Washington DC í Bandaríkjunum sem heitir Tenants Opportunity to Purchase Act og nú eru 3 fylki með þetta fyrir fylkisþingjanum að taka upp þessa sömu löggjöf sem er búin að vera við lýði í Washington frá 1980 og hefur komið í veg fyrir að 4.400 svona leigufélög eða svona fjölbýlishús sem hafa verið á leigumarkaði hafi verið markaðsvædd. Þannig að þeir hafa komið í veg fyrir það og komið þannig í veg fyrir að tugir þúsunda einstaklingar þurft að flytja eða hreinlega vera heimilislausir. Og núna þetta einmitt fyrir þinginu í New York þessi tillaga að taka upp þetta Tenants Opportunity to Purchase Act en þeir leigjendur sem eru í leiguverkfalli núna eru ekki í leiguverkfalli með tilvísun í þá reglugerð heldur aðra reglugerð sem var samþykkt í haustið 2021 sem að heitir Rent Stabilized Apartment Housing Stability and Tenant Protection Act og það líka út af því að sem virkar mjög svipað. Það til þess að koma í veg fyrir það að fjárfesta í húsnæði sem regluvætt og ráðast í einhverja minniháttar breytingar á því og þar leiðandi koma því út af einum regluvættu markaði. Núna eru leigjendurnir sem konur í leiguverkfall og markmiðið þeirra að fá hæfilegt viðhald á húsnæði eða öðrum kosti þau stofni samvinnufélag og reki húsnæði sjálft og það svona virðist mér að fréttan vegna þess að þetta virðist að vera eitthvað svona viðskiptir sem fóru svolítið úrskeiðis þar sem að menn stóðu ekki við sitt og það hefur ekki nánast ekki verið almennilegur eigandi eða nokkur aðili sem rekið húsnæði í töluvert langa tíma. Þannig að leigjendur gefa þessum aðilum sem eru löglega skráðir fyrir húsnæðinu ákveðin frest
að öðru kostu taka þær bara yfir húsnæði og ætla að stofna samvinnufélag og reka í þessi fjölbýlshús sjálft og það bara gangur í þessu. Það mikill hópur af fólki sem að mynda sig við andirið á þessu byggingum og þetta virðist vera verkfæri sem að leigjendur þekkja í Bandaríkjunum og þeir vita að þetta virka. Og þetta virkar vel en þetta náttúrulega ekki kannski aðgerðir sem rata í svona veginströms fjölmiðla. Það svona maður þarf að hafa upp á þessu á Twitter og svona lokal fjölmiðlum og jafnvel bara að komast persónulega í sambandi við þetta fólk. En það mætti setja þessi lög á Íslandi að mætti þetta lög stöðuleika á húsnæðismarkaði. Þetta stöðuleika ríkisstjórn sem mætti að vera fylgjandi stöðuleika á húsnæðismarkaði. Já. En það er nú bara þannig, sorglegt frá því að segja að það er ekkert á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar í vor sem að snerti leigjendur. Ekki eitt einasta frumvarp eða þingmannamálu eða nokkuð. En hvað með, er búið að ganga frá skylduskráningu húsaleigusamninga? Já, þetta fór fyrir þingið bara síðasta daginn fyrir jólafrí og var samþykkt og ég tók nú bara ekki svona eftir því, það var nú töluvert mikið að gera mér þá, en þetta fór fyrir þingið, var samþykkt, en þó með töluvert miklum breytingum sem virðist hafa komið mjög mörgum í opna skjöldu. Það sem að lá fyrir frumvarpinu var að skylda alla leigusamninga eða leigusala til þess að skrá hvern einasta leigusamning sem er undirritaður á Íslandi óháð því hvort hann er þinglýstur eða ekki. Það sem var fellt út á síðasta deginu fyrir jólin var að skylda einstaklinga með eina íbúð á leigumarkaði sem er það langstæsti hópurinn. Þannig að þeir þurfa ekki að skrá sig í þessa... Þá er þetta náttúrulega hugmyndi fallin. Þá er hugmyndi svolítið fallin en ég hafði samband við HMS og þau sögðu mér að þeir hefðu sendt öllum þeim einstaklingum sem að eru með 2 íbúðir eða fleiri og hafa skilað þetta verið skattaskildur á þeim að þeir hafi verið með leigutekjur og sendt þeim rauninni tilmæli að skrá sig. Það er reyndar ekki komið almennilegt í gang þetta kerfi. Það er búið að útvista skráningunni til 2 fyrirtækja út í bæ og þannig að þeir eru ekki beint að fylgjast með því dag frá degi hvernig gengur og þetta er væntanlega eitthvað sem að þeir láta kannski einhverja viku líða og sjá hvernig gengur og hvort það þurfi svo ítreka en ég vonandi fæ áheyrn hjá innviðaráðuneytinu bráðlega þess að fara yfir þessu hluti vegna þess að það er náttúrulega líka í þessu atriði við skrifum 2 sinnum umsögn við þetta frumvarp og svona alltaf fara yfir það hvort að þessar umsögnin hafi verið teknar til greina. HMS að þá var maður tekið eftir í að veðsjá fastegna, það er erfitt að ég þarf svolítið að nota þetta í mínu störfum svona þegar ég að kanna launakjör og svona framfærslu kostnað og fleira, þetta er orðið. Já, hún er farin, hún er bara horfin, þessi versjá. Við erum fáin aftur í þá bara til þjóðskrár og getur ekki skilað hann eftir. Já, þetta var flutt yfir til HMS núna í nóvember og hefur ekki verið uppi síðan. Við hefum verið kvarta mikið yfir þessu og það hefur verið mjög loðin svör. Ég hef fengið misvísandi svör af hverju þessi versjá er ekki uppi sem eins og segir bara mikilvægasta tæki sem að við í leigjendasamtökunum höfum til þess að fylgjast með fjölda leigusamningar sem eru komin á markaðinn, hvernig verðin er að þróast út frá póstnúmerum og svæðum og stærðum og tegunda og íbúðum. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hafa til þess að geta brugðist við því sem er að gerast og bera saman við aðra hagstærðir. Það hafa komið svör á þá leið að það hafi eitthvað gerst fyrir flutningin og það hefur fundist eitthvað villur og þetta hafi ekki gengið upp og svo hef ég líka fengið þó svör að þetta hafi verið gert með vilja, það sé að fara yfir forsendur útreikninga og mig grunar að það sé enda rétt vegna þess að stendur á heimasíðu HMS að þar sem eru með húsaleiguvísitöluna þeir áskilji sér rétt til þess að breyta útreikningunum aftur í tíman. Þannig að mig grunar að þeir séu að fara að eiga eitthvað við þetta. Ég veit þó ekki hvort það er þannig eða hvernig þá, en læðist það mér óþægileg grunur að það sé eitthvað þarna segir sem að maðkur í Já, maðkur í misunni. Svona að lokum, að lokum, eitt mjög mikilvægt. Vegna þess að hér hafa verið mikið fjallað húsnæðis átak og byggja húsnæði fyrir fólki í landinu. Þá er það eins og þannig að
núna bara á nýjári þá að birtast tölur eignarhald á húsnæði og það heldur áfram að lækka hlutdeild einstaklinga með eina íbúð á íslenskum húsnæðismarkaði. Sem svona ágætis mælikvarði sem að sýnir það hvernig séreignarstefnan að gefa eftir. Já, þó þetta sé bara einhver prósentustig sem að þetta að ganga niður milli ára, að þá sýnir þetta bara þessa stanslausa þróun. Hún hefur ekki þetta hlutfall hefur ekki hækkað frá 2005. Það að segja að þetta er bara lækka stanslaust á þessum árum, að dregið úr hraðanum, en þetta ennþá að lækka. Það að segja að það eru fleiri og hlutdeild þeirra sem að eiga fleiri en eina íbúð eða fyrirtækja að aukast á kostnað einstaklingar sem að leita þessar heimili. Og annað sem kom fram í sama súluriti sem að ég var að skoða í dag að á fyrsta mánuði þessa árs voru 192 íbúðir fullbúnar og komin á markaðin sem þýðir framferð sem horfir, það verður þetta undir 2300 íbúðum í loka árs. Ég var vonað því að klárist kannski eitthvað aðeins meira hlutvarslega svona yfir sumarið heldur en á útmánuðunum, en ef þetta gefur vísbendingur framleiðnina og byggingarhraðan á íslenskum húsnæðismarkaði þá er þetta vestna af eitthvað verð og miðað við áætlanir innviðaráðherra sem gerir ráð fyrir því að það eru byggða 4.000 íbúðir í Íslandi næstu 5 árin, þá er 42% undir markmiðum sínum á fyrsta ári og það verðist engin teikn vera á lofti það að hlutin séu eitthvað að lagast, heldur þvert á móti. Guðmundur Hrafn, takk fyrir að koma hingað og segja okkur fréttir af leigjendum.